Hingað kominn Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra. Velkomin Björn. Við erum svona að fara yfir ýmis mál, pólitísk mál. Byrjum á borginni. Björn, nú sína skoðanakannanir það mjög lítið traust á bæði borgarstjóra og meirihlutanum í borgarstjórn. Ertu sammála sumum sjálfstæðismönnum sem hafa verið að tala um að þetta sé áhyggjuefni fyrir sjálfstæðisflokkinn? Náttúrulega alltaf þegar flokkar missa fylgi í skoðanakönnunum þá það áhyggjuefni að það umhugsunarefni fyrir flokkana og fara yfir það og reyna að finna hvað það sem hefur gerst og hvernig þróunin og hvað á að gera í málinu og svo framvegis. Ég meina, það gera það allir sem fara í gegnum þetta ferli sem við stjórnmálamenn störfum í, hvort að menn finna endilega rétta svarið og annað mál. Ég held nú í þessu dæmi komi nú í ljós þetta sem við kynntumst líka í ríkisstjórninni þegar Halldór Ásgrímsson var forsætisráðherra. Það mjög erfitt fyrir menn úr litlum samstarfsflokki að fara í oddastöðu og getur orðið mjög þungt undir fæti að samfæra allan almenningum það að það sé rétt og það náttúrulega hluta þessu dæmi að Ólafur F. Magnússon kemur ekki með neitt stóran flokk á bakvið sig og fólkið í stóra flokkinum kannski sætti sig ekki almennilega við það að ykkur úr litlum flokki farið þarna í þessa stöðu og svo framvegis. Það eru margir þættir sem þarf að skoða og við sáum það líka þegar skiptin urðu í ríkisstjórninni, forsætisráðherra skiptin, þá var það ekkert sjálfgefið að þróunin yrði svo sama og Halldór Ásgrímsson lenti í ákveðnum erfiðleikum. Gafst nú bara upp á endanum? Já, svo það annað mál en þannig að það ákveðin lögmál í þessu og það þarf meiri þunga samfara fólk það að maður úr litlum stjórnmálaflokki fái forystulhlutverki heldur en að það úr stórum og breiðum flokki. Ég hefði sjálfstæðisflokkurinn ekki þurft að hafa borgarstjórann? Að sjálfsögðu tel ég að svo sé. Ég held að það sé náttúrulega það besta og besta fyrir Reykvíkinga og þetta hefur náttúrulega verið hróðalegt ástand allt þetta kjörtímabil. Þetta þriðji meirihlutinn í borgarstjórninni og það visst áhyggjuefni og ef að menn á sér ekki niður á einhvern breiðan og öruggan meirihluta í borgarstjórn, annarkvort með einum flokki og sjálfstæðisflokkurinn eini flokkurinn sem getur gert sér vonur það svona við allar eðlilegar aðstæður eða þá breiðari samstöðu heldur en við sjáum núna þá borgin ekki vel stjórnað. Maður les nú svona bloggið þitt í gegnum tíðin og sér maður að þú hefur verið mjög lítið hrifinn af Ólafi F. Magnússon sem stjórnmálamanni. Já, hann náttúrulega yfirgaf sjálfstæðisflokkin og ég hef aldrei dáðst af þeim mönnum sem yfirgefa sjálfstæðisflokkin, hvorki honum né öðrum. En þú talar hann hann svolítið sem mann sem sko sjálfhverfur og kvartandi. Ég svona sjálfur mér samkvæmur og sín. Ég meina, ég get líka nefni dæmi þar sem ég að fjalla hann á minni vefsíðu þegar hann að flytja ræður og annað slíkt sem ég hlustaði á. Það ekki neitt án þess að ég færi rök fyrir mínu máli þegar ég segja þetta. Þér fundist hann vera sjálfhverfur og svolítið mikið kvartandi? Hann fór úr sjálfstæðisflokknum að því að hann taldi sig ekki fá þá virðingu sem hann bara á landsfundi flokksins og það hefur komið fram oftar í hans málflutningi og hann finnst að sjálfstæðismenn hafi ekki komið fram við sig sem skildi, en nú hefur það vonandi breyst. Telurðu að Ólafur hafi sagt einhvers konar ofsóknum eftir að þetta gerðist? Nei, ég meina, hvað eru ofsóknir? Það eru miklar umræður og það eru persónulegur hann heldur en marg aðra og viðkvæmari og fara inn á viðkvæmara svið heldur en menn tala almennt þegar verið að fjalla stjórnmál en ég myndi nú hvar skilin á milli þess sem ganga of nærri einhverjum eða fara ofsækjan. Já, en finnst þér að menn hafa gengið á nærrónum? Ég þeir hafa gengið mjög nærrónum, það alveg klárt og þetta við gengið nærrónum en mér finnst hann hafa tekist vel á við og mér finnst hann hafa komist vel frá þessu öllu saman. Þetta nú 2 vikur á morgun síðan þetta skall yfir okkur og mér finnst hann hafi komist vel frá því þegar litið yfir þessar 2 vikur miðað við það sem hefur verið gert. Hvernig líður þér í stjórnarsamstarfi við Samfylkinguna, Björn? Mér líður ágætlega. Já. Nú setjið þið hlið við hlið, þú og Ingibjörg Sólrún. Það hefur nú ekki alltaf verið kært á milli ykkar. Ég man til dæmis að það var ekki hlaupið að ég að fá ykkur saman í þætti og svona. Það er nú yfirleitt ekki hlaupið að því fyrir þig að fá mig í þætti, þannig að hvort sem hann hernið að öðrum. Hvernig er samstarfið í þessari stjórn? Mér finnst samstarfið vera gott. Þegar ég lít á málefnin og fer yfir málefnin og þau málefnin sem ég verið að fjallum, að þá hef ég náð þeim fram í samvinnu við Samfylkinguna þau málum sem ég hef verið lagt áherslu á og ég held að þau séu geta líka sagt þið sama. Ef við lítum á málefna þáttinn í þessu að þá tel ég nú að það beri allt
með sér að samstarfið sé gott. Þetta ágreiningur, ég meina við erum í ólíkum stjórnmálaflokkum, hefur ólíka lífssýn og ólíka skoðanir sem við höfðum með Framsóknarflokknum. Ég satt nú í 12 ári ríkisstjórn með Framsóknarflokknum og menn hefði alveg getað sagt við mig þá hvernig getur þið starfað með Framsóknarmönnum, eins og ég segja við mig núna hvernig getur þið starfað með Ingibjörgu Sólrúnu, en það gekk ágætlega. Morgunblaðið hefur nú farið mikið í því að það hefur verið mistök að hleypa Samfylkinguna að. Jú, það eins og Morgunblaðið hefur skrifað þetta í Reykjavíkurbréfum og annan veg, að það má segja að Styrmir sé nú, vinur minn, sé nú svona svipuðum nótum og við vorum báðir árið 1979. Og við höfum nú verið taldir talsmenn sögulegra sætta í Sjálfstæðisflokknum og ég skrifaði grein í desember 1979, ef ég maður rétt, að nú bráðum 30 ár síðan. Og sem Gunnar Thoroddsen notaði sem haldreipi þegar hann myndaði síðan ríkisstjórn með alþýðubandalagsmönnum og sagði, sjáuð meiri segja þessir harðjaxlar á Morgunblaðinu að þeir eru talsmenn þess að við vinnum með alþýðubandalaginu. Og ég hef aldrei útilokað það að Sjálfstæðisflokkurinn og þeir sem voru í alþýðubandalaginu eða eru núna vinstri grænir geta átt saman. Ég satt fyrir ári í Evrópunefnd og komst að sameiginlegri niðurstöðu með Ragnari Arnalds og Katrínu Jakobsdóttur og Einar K. Guðfinnssyni. Við gáfum út sameiginlegt álit. Nefndin var sammála alla megin þætti málsins, síðan komu flokkar með sérstök álit og þar voru við sammála vinstri græn og við sjálfstæðismennum ákveðna pólitíska punkta. Þannig að ég hef aldrei hræðst ef að menn geta á annað borð náð saman málefni. Það sem mig hefur undrað í þessu öllu saman það hvað vinstri grænir halda sér tilbaka og hvað þeir virðast vera hvað það virðist vera erfitt fyrir þá að fara yfir þann þröskuld að vera í þessari stöðu að hrópa og kalla og hins vegar að fara yfir þröskuldin og fara að axla ábyrgð. Og mér finnst til dæmis, tökum Svandísi Svavarsdóttur, hvernig hún lét í byrjun október þar til hún fór í meirihluta og hvernig hún byrjaði síðan að tala þegar hún kom úr meirihlutanum. Og svo þögnina sem var með honum var í meirihlutanum. Það eins og þetta fólk treysti sér ekki í samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn, hefur hins vegar sjónarmið Styrmis Gunnarssonar og mitt sjónarmið og annarra manna sem eru nú taldið svona frekar haukarnir í Sjálfstæðisflokknum sem segir það ekki hættulegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn eiga samstarf við þetta fólk. Ekki frekar heldur en það hættulegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn í sjálfu sér eiga samstarf við Framsóknarflokkinn, Samfylkinguna eða Frjálslynd. Hefði Sjálfstæðisflokkurinn, hefðu Vinstri grænir átt að reyna að vinna með Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík? Já, ég tel að það hafi verið grundvöllur fyrir slíku samstarfi. Og ég spyr, af hverju eru Vinstri grænir svona hræddir við samstarf við Sjálfstæðisflokkinn? Meiri sé að þegar þeir þora að eiga samstarf við okkur viðkvæm mál og utanríkismál í Evrópunefndinni, af hverju þegar kemur að stjórn borgarmála eða landsmála, af hverju halda þeir sig alltaf svona tilbaka? Ég held að þú ætti frekar að spurja Vinstri græna eða þetta fólk það heldur en mig, því að ég hef oftar en einu sinni lýst þeirri skoðun minni að ég sé ekki að því fyrir Sjálfstæðisflokkinn að taka upp samstarf við þessi málefna með þetta fólk ef að málefnin leyfa. En Morgunblaðið boðar þetta nánast á eiginlega hverjum degi á mörgum sinnum. Það er mjög andsnúið þessari ríkisstjórn og hefði... Ég myndi nú ekki segja það heldur að það sé andsnúið þessari ríkisstjórn, hins vegar hefur það sína skoðun og blaðið má hafa sína skoðun og ég er nú alveg undrandi af því að heyra hér blaðamenn sem voru hér í þættinu hjá þér áðan og aðra að tala það að það sé eitthvað undarlegt að Morgunblaðið hafi skoðun. Morgunblaðið hefur alltaf haft skoðun, en kveinstafætnir yfir skoðunum Morgunblaðsins eru meiri núna heldur en maður geti vænst í þessu opna þjóðfélagi sem við lifum. Þeir eru jafnvel meiri heldur en á tímum kalda stríðsins. Ég meina, ég skrifaði Stakstein í mörg ár og ég man ekki eftir að menn hafi veinað svona eins og láta núna og eins og þessi bara himinn og jörð að farast og það sé ykkur aukasetning í Stakstein. Mér finnst það alveg ótrúlegt, ykkur pempíuháttur í umræðunum líka. Nú talaðum við hafi ráðist að Arnbjörgu Sveinsdóttur. Ég ráðist á hana, ég man nú ekki eftir þessu atviki sem þarna sagt frá. Vandi Arnbjörgu Sveinsdóttur í þingflokki Sjálfstæðisflokksins núna það eins og kom fram hjá Ólafur Nordal með breyttum þingsköpum og þá eru meira svigrúm fyrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins að láta að sér kveða í umræðum hvernig á að skipta verkum. Finnst þér, en það er nú talað mikið, menn eru mikið að horfa til þess að Geir Haarde, forysta Sjálfstæðisflokksins, hafi gefið Samfylkingunni nýtt líf í pólitík. Ég er alveg sammála því mati Morgunblaðsins og Styrmis Gunnarssonar sem náttúrulega höfundurinn af þessum kenningum sem ágætar og eru, eins og ég segi, eru margra áratuga gamlar. Ég er alveg sammála honum það að myndun þessara ríkisstjórnar blés nýju lífi í Samfylkinguna. Ef að Samfylkingin hefði ekki komist í stjórn, að þá væri það hjaðningavíg.
Var þetta ekki þá mistök hjá Sjálfstæðisflokknum? Nei, af hverju það mistök? Ég meina, hvað eru mistök í því? Við berum ábyrgð á því að mynda ríkisstjórn í landinu til þess að leiða landið áfram og þjóðina áfram og hafa skýra stefnu. Og við gerum það í samvinnu við þá sem við náum málefnalega í samstöðu við. Ég hefði og til að það eru breiðar í samstöðu í Reykjavík til þess að borginni sé almennilega stjórnað. Og ég harma það að skuli ekki hafa tekist að skapa breiðar í samstöðum stjórn Reykjavíkurborgar. Hefði kannski bara átt að fara eftir módelinu, ríkisstjórnarmódelinu Reykjavík, Samfylking Sjálfstæðisflokkur? Já, ég held að það sé miklu erfiðara virðist vera því að í borgarstjórn Reykjavíkur virðast andstæðingar Sjálfstæðisflokksins hafa ykkur að sérstaklega nautna lemja á Sjálfstæðisflokk og sérstaklega Samfylkingin og líka Vinstri græn. Þannig að það virðist vera mjög erfitt að brúa þetta bil á milli. En ekki hættan bara að það sé að verða þá til nýr R-listi? R-listi, ég meina... Eða eitthvað skonar þetta að þessi flokkar muni þá bjóða fram saman gegn Sjálfstæðisflokknum. Ég veit ekki, ég held að séu svo innbyrðis ósammála eins og kom fram þegar þeir höfðu þessa 103 daga. Þeir gátu ekki einu sinni komið sér saman um málefnasamning. Ég meina, og svo sagt, það er engin málefna ástæða fyrir Ólaf F. Magnússon að ganga til samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn. Hvernig gat maðurinn haft einhverja málefnalega afstöðu í málum þegar það var engin málefnasamningur fyrir hann til að deilum? Þannig að þetta er náttúrulega alveg stjórnlaust. Björn, það hefur verið fabúlegra talsvert það á þessu kjörtímabili að þú sést á leiðin út úr pólitík. Er það raunin? Ég meina, allir hætti pólitík og ég sagði nú fyrir síðustu kosningar að þetta eru líklega síðustu kosningarna sem ég fær í. Og við sjáum náttúrulega manni svo John McCain, 71 árs, að allt í hana kemur hans tími í stjórnmálunum í Bandaríkjunum. Það er aldrei, ég er alveg tilbúin að taka þá slægi sem ég langar til að fara í einhvern tímann, en ég veit ekki hvar þeir verða. Hefur eitthvað verið ákveðið það að þú hættir sem ráðherra? Ekkert verið ákveðið. Það hefur ekkert verið ákveðið. Það er ekkert satt sem að til dæmis var haldið fram í hvað tímaritinu? Það eru margir búin að skrifa greinar um það að ég ætti að vera orðið sendiherra fyrir mörgum árum og ég sitt hérna núna og tala við því sem dómsmálaráðherra. Ég meina þessir álitsgjafar, þeir hafa ekki rétt fyrir sér. Mannlíf þóttist hafa heimildir fyrir þessu. Mannlíf er náttúrulega ekki sá pappír sem menn eiga að taka trúanlega þegar vera að fjalla um mína afstöðu. Nei. En þú býst við að setja allt kjörtímabilið? Ég verði þingmaður allt kjörtímabilið, það er alveg klárt. En ekki víst að þú verið ráðherra? Nei, ég meina það er undir mér sjálfum komið hvort að ég ákveð það eða ekki. Já. Hefur ennþá ánægja þessu? Ég hef ánægja því, ég er komin á segir það, ég er búin að fara í gegnum svo marga slagi að ég er eiginlega komin á það stig að ég er farin að skemmta mig meiri yfir því heldur en ég gerði. En ég er hins vegar að takast á við mjög alvarleg viðfangsefni sem dómsmálaráðherra og það eru mál sem eru ekki alltaf ánægjuleg því að viðfangsefni sem við okkur blasa á lögreglunni og þeim sem eiga að gæta öryggis borgaranna, að þau eru ekki alltaf ánægjuleg og því miður stöndum við frammi fyrir aukinni hörku á þessu sviði og stöndum frammi fyrir því að við þurfum líklega að gera tillögur um aukin viðbúnað líka af hálfu lögreglunar. Erum við þá að tala um vopnabúnað? Ég meina, í lögum hér á Íslandi hefur alla tíð verið heimild fyrir lögregluna að bera vopn og það eru frægar sögur og maður geta lesið ævisögu Agnars Kúfars Hansen sem var lögreglustjóri hér á Stríðsárónu þegar hann var með menn á Laugarvatni og var að æfa lögreglumenn í vopnaburði og öðru slíku. Þannig að það er í sjálfu sér ekkert nýtt að lögreglumenn hafi heimild hér til að bera vopn. Sérsveitin er vopnuð, lögreglumenn í flugstöðun og Keflavíkurflugvelli eru vopnaðir. Þurfum við að ganga lengra. Ég útiloka það ekki en ég hef ekki tekið neina ákvörðun í því efni. Erum við þá að tala um, ég meina hvað, erum við að tala um erlendar glæpaklíkur sem ógn okkur? Já. Telur það þessi vandamál? Já, ég er þeirra skoðunar. Hvernig þá? Já, ég ætla nú ekki að fara nákvæmlega út í það hér að útlista það hvers vegna ég tel þetta. Ég tel að svo sé og það eru nýlegt dæmi atvik á Laugaveginum þegar ráðist var á óeinkennisklædda lögreglumenn með störf. Það voru útlendingar sem gerðu það og tilefnislaus árás af þessu tagi segir okkur að það er komið eitthvað hér að gerast eitthvað sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Það er aukin harka. Aukin harka. Og hún tengist að miklu leyti því að það er að koma erlendir. Það er erlendir menn sem koma hér og eru greinilega að beita öðrum aðferðum heldur við kynst áður, já. En er þetta ekki eitthvað sem við buðum heim í þegar við, gengum við Schengen? Nei, það er ekki Schengen, það er aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu sem veldur því að við opnum landamæri okkar með þessum hætti. Já. Svo eru þið sem viljið fara í Evrópusambandi það þýðir ekkert fyrir ykkur að vera síðan að tala um þetta sem eitthvað afsprengi, eitthvað ákvarðanir sem voru teknar. Þessar ákvarðanir voru teknar þegar við gengum í Evrópska efnahagssvæðið. Schengen snýst landamæra eftirlitið að framvísa passa en það snýst miklu meira og ef við værum utan Schengen þá hefðum við ekki aðgang að þeirri lögreglusamvinnu sem gerur okkur kleift að
að sinna þessu betur en ella væri. En Björn, varalið lögreglunar mál sem hefur verið á þínu borði. Ertu tilbúin með frumvarp það? Ég alveg tilbúin með hugmyndir það hvernig það á að útfærast og það hefur náttúrulega verið afflutt og ég vona bara að það frumvarp komi fram svo að það komi ljósa menn eins og þú og aðrir hafi haft rangt fyrir ykkur. Viltu segja mér hvað í frumvarpinu? Já, frumvarpið gengur út á það að lögreglan hafi heimildir til þess að kalla til liðsafla ef það er við mannfjöldastjórnun, við almannavarna ástand og við slíkar sérstakar aðstæður að þá geti hinni venjulegu lögreglumenn, hefðbundu lögreglumenn, fasta liði farið í að sinna hinnum erfiðu verkefnum en til sé liðsafli sem geti komið þá og sinnt þessum daglegu störfum sem lögreglan þarf að halda gangandi líka. Og tökum til dæmis eins og leiðtogafundurinn 1986. Hann bara að með svo skömmum fyrirvara að það var ekki hægt að setja einkenni á björgunarsveitamennina sem voru kallaði til að gæta öryggis þar. Ef að varalið væri og alveg sérstakar og skýra reglur það að þá gætu björgunarsveitamenn komið, fengið sína búninga og tekið þátt í þessu með þeim heimildum sem lögin myndu heimila þeim og það getur sinnt þessum verkefnum. Björgunarsveitunum ekkert vel við það að þeirra menn séu annað daginn að bjarga fólki upp á eða bjarga fólki á sjó eða á landi í sömu búningum og þeir þurfa síðan kannski að fara í einhverja mannfjöldastjórnun ef að það þarf að halda einhverju fólki í skefjum. Þetta mjög skiljanlegt og það líka fyrir ríkið að kalla út þessa menn við þessar aðstæður, hvernig eru tryggingar, hvaða heimildir hafa þeir og svo framvegis. Það gengur nú út á þetta, það gengur ekki út á einhverja óerða bíla, einhverja vassbyssur eins og þið eru að tala. Það sýnir bara hvað álýðskefni geta farið langt út og En hvað á liðið að vera fjölmenn? Það stendur ekki í frumvarpinu, það fer eftir því væntanlega hverju sinni hvað þurfa við höfum hér héraðslögreglumenn. Þetta fyrst og fremst björgunarsveitamenn, slökkviliðsmenn, fyrirverandi lögreglumenn og slíkir menn sem væri hægt að kalla til þeir vissum réttarstöðu sína ef á þyrfti að halda og gætu En engin bílar inn í myndinni? Ekki bílar. Engir óerða bílar? Engir óerða bílar. Við myndum afalins geta fengið afnót af björgunarsveitarbílum og slíkum tækjum en þá þurftum við kannski að setja þá einhver einkenni. En erum að tala vopn? Þetta sé vopnarlið? Nei, þetta nú svipað eins og héraðslögreglumenn sem hægt þá að gilda þær reglur, valdheimilda reglur sem gildu lögregluna og ef það stigmagnast eitthvað þannig að menn þurfa að fara að grípa til vopn og vopna slíka menn að þá ástandið hér í okkar þjóðfélagi orðið þannig að það myndu allir telja það sjálfsagt og farið furðulegt að þeir væri ekki vopnaðir ef það kæmi á það stig. Þá myndu menn ekkert vera að spyrja, þá myndu menn freka koma til stjórnvald og segja, akkur gerið ekki meira? En þetta heimavarnarlið? Nei. Myndirðu vilja að stofna heimavarnarlið líka? Heyrðu, það allt önnur umræða. Hermálin allt önnur umræða. Og ég sammála því frumvarpi sem utanríkisráður hefur lagt fram varnarmálastofnun og í því frumvarpi fyrstu grein tekið fram að það frumvarp komi ekkert inn á starfsvið lögreglu eða landhelgisgæslu. Þannig að það alveg skil þarna á milli. Hitt allt önnur umræða. Viljum við þjálfa menn til þess að stjórna loftvarnakerfinu á Keflavíkurflugvelli eða viljum við bara hafa menn á Keflavíkurflugvelli sem sjáum að tengingarnar séu í lagi og ratsjárskermyndin sýni einhverja myndir eða viljum við ef áþarf að halda hafa menn sem geta sest við tækjun og farið að stjórna þeim. Ef við viljum slíka menn þá þurfum við að fara að þjálfa menn til hernaðarstarfa. En ykkur hefur tekist að leysa þessi mál? Já, þetta ég segi, ég meina samkomulagið gott, efnislega niðurstaðan skynsamleg sem við erum að koma að stað, en auðvitað ágreiningur á milli flokkana og það ágreiningur á áherslumunur og ég ekki alltaf sáttur við allt sem kemur frá okkar ágæta samstarfsfólki en það bara þetta. Þá förum við aðeins yfir í Evrópu. Samfylkingin tala mikið um Evrópu, mann finnst það frekar magnast upp. Ingibjörg Sólrún að tala það. Og það nú náttúrulega krónan kemur inn í þetta, Ingibjörg Sólrún talar að krónan sé viðskiptahindrun. Finnst þér ekki Samfylkingin ganga full langt í þessum gælum sínum við Evrópusambandið? Það kemur í sjálfu sér ekki óvart að það teki kannski meira markaðu núna þegar í ríkisstjórn. En þetta hefur nú gerst í áranna rás alltaf fyrsta ári eftir kosningar svona fram á mitt kjörtímabilið og þá talað svona svo þegar menn fara að nálgast kosningar þá fara kannski koma meira niður á jörðina. Ég satt í nefnd og það algjörlega líka fráleitt að láta eins og að stjórnmálamenn fjalli ekkert Evrópumál. Herðu, við sátum og gáum út skýrslu á 100 blaðsíður Evrópumálin þar sem við segjum við skulum bara sinna því sem við okkur blasir og nýtum okkar tækifæri til þess. Nei, þá fara menn að tala eitthvað allt annað og á einhverju allt öðru plani
sem þeir vita ekkert hvað Nú komin önnur Evrópunefnd, þú búið að setja aðra Já, það svona vaktstöð. Vaktstöð Evrópu. Vaktstöð Evrópu sem á að fylgjast með því sem að gera. Hún hefur ekki sama hlutverk og þessi nefnd hafði. Já. Varðandi evruna, ég meina, þá það bara praktískt úrlausnarefni. Og við þurfum náttúrulega bara, við höfum verið mjög pragmatískir Íslendingar í samskiptum okkar við Evrópusambandið og við njótum virðingar í Brussel og í aðildarríkjunum og í stjórnkerfi aðildarríkjana fyrir það hvað við höfum leyst okkar samskiptamál við Evrópusambandið á praktískan og pragmatískan hátt. Og ef við teljum að við þurfum að leysa ykkur vandamál varðandi okkar krónu og krónan sé orðin og lítil fyrir henni risastóru fyrirtæki sem að þenja sig út allan heiminn, þá verðum við bara að finna þá leið og koma okkur niður á það en ekki að tala það endalaust eins og þetta sé eitthvað, það verður þá bara menn verða að setjast yfir það. Við heldum í Evrópunefndinni fundi með sérfræðingum evruna. Það var mjög erfitt að henda reiður á því hvað þeir voru að fara. Sumt skildi ég nú bara ekki. En þér finnst að vera, möguleiki að sem sagt breyta þessari stefnu í gjaldmiðilsmálum með þennan fljótandi... Ég skrifaði grein í þjóðmál þetta og get nú vísa til hennar. Það sem ég svona reki þetta fram og tilbaka og ég hef verið þeirra skoðunar að við þyrftum að fara inn í Evrópusambandið og við ætlum að taka upp evruna. Það hafa komið menn hér sem segja að það sé hægt. Hér var einhver sérfræðingur á vegum Seðlabanka Evrópu fyrir 1 eða 2 árum og flutti erind og sagði það brot á EES-samningnum að þið takið upp einhliða upp evruna og þá spyr maður sig ef það brot á EES-samningnum að taka upp einhliða evru þá unnt með einhverju samkomulagi á grundvelli EES-samningsins að ná einhverju niðurstöðu tengingu við evruna ef að samningurinn gerir ráð fyrir því að við þurfum að taka eitthvað tillit til evrópskra stofnana í því. Ég meina þetta verður að menna að skoða og menn verður að komast einhvern veginn í gegnum umræðurnar og svo veltur maður fyrir sér hafa umræðurnar í raun og veru snúist evru, snerist þær evru af því að menn voru að beina athygli frá þessum umræðum þennan stóra hollenskan banka sem reyndist of stór fyrir okkur. Ég meina, hvað er raunveruleiki og hvað er svona umræða, bara umræðuna vegna? Jæja. Það nú samt sagt að sko menn sem farin að trúa því í Brussel að við séum á leiðinni í Evrópusambandið. Ég held að það er fræðin Bjarni Benediktsson að sko skilaboðin frá utanríkisráðherra og viðskiptaráðherra sem hafa náttúrulega með þessi mál að gera eru svo sterk. Já, það finnst mér mjög óráðlegt að koma því inn. Því að við erum náttúrulega ekkert aðilar að Evrópusambandinu fyrir eftir mörg ár og eins og Ólafur Stephensen sagði hér, ég hef aldrei setið í stjórnarskrárnefnd. En ef að menn ætla að fara í gegnum þetta, þá verður þeir að breyta stjórnarskránni fyrst og þeir verða að ganga skref fyrir skref og gera einhver áætlun og koma sér saman hana og ég á eftir að sjá það gerast hér. Ég sé ekki neina stjórnmálalega forsendu fyrir því að þetta sé eitthvað aktúelt mál fyrir stjórnmálamenn og ef það á að setja það á oddinn, þá munum stjórnmálaflokkarnir klofna hver á eftir öðrum og þurfum við á því að halda hér að þessu landi miðað við hvað við höfum góða stöðu gagnvart Evrópusambandinu. Hvaða tala Þú telur að stjórnmálaflokkarnir muni klofna? Sjálfstæðisflokkur og Samfylking? Já. Ég tel að það verði. Og heldur þú að stjórnmálamenn sem hafa ekki einhverja raunverulega skýra hagsmuni að verja til þess að fara inn í Evrópusambandið muni stíga þessi skref vitandi það að baklandi þeirra muni bara splundrast ef þeir fara á stað? Ég ætla að klára þetta, ég þarf verið að nefna eitt mál. Það er skipun dómara í Norðurlandi eystra. Telurðu að þetta mál hafi skaðað flokkinn, Sjálfstæðisflokkinn? Mér sýnist það nú ekki í sjálfu sér kannanir sýna það. Ég tel í grunninn að sé þetta mál deila á milli framkvæmdarvaldsins og dómsvaldsins. Í grunninn það þannig að dómararnir vilja ráða því hverjir eru dómarar og þeir sætta sig illa við það að ráðherra komi að því. Og þeir eru að finna alls konar formúlur til þess að binda hendur ráðherrans. Stjórnskipunin bara gerir ekki ráð fyrir því. Stjórnskipunin gerir ráð fyrir því og þeir geta sagt álit sitt hæfið, en það er ráðherrans að taka ákvörðun og ráðherran getur haft aðrar upplýsingar heldur en þessi dómnefnd hefur og þegar hann fer inn í ráðuneytið og skoðar málið, þá getur hann komið að málinu með öðrum hætti, haft aðrar upplýsingar heldur en nefndin sem segir álit sitt og þess vegna haft mjög skýr rök fyrir sinni niðurstöðu. Held ég að menn beri saman að sko ráðherrann hafi mátt gera þetta, en það er spurning síðan hvort að það hafi verið siðlegur gjörningur. Jú, þetta var þetta siðlegt og löglegt en menn geta deilt þetta pólitískt og það búið að vera að reyna að deila þetta pólitískt í 1 mánuð. Mér minnir að þetta hafi gerst 20. desember, nú er komin 3. febrúar og reyndi að halda þessu vakandi allan janúarmánuð.
Í vonum að draga úr fylgi Sjálfstæðisflokksins örugglega því að það Er þetta bara eitthvað sem notað til að koma ekki á ykkur? Mér sýnist að pólitískir andstæðingar okkar hafi gert það. Hvað gerist þegar skoðanakönnun kemur fylgi flokkana? Sjálfstæðisflokkurinn eykur fylgi. Þannig að ef þú ætlar að spyrja... Pétur Hafstein og Sigurður Líndal ekki pólitískir andstæðingar Sjálfstæðisflokksins? Sigurður Líndal náttúrulega skrifaði þannig þetta, hann skrifaði þessi út úr umræðinu með því að fara að líkja gjörðum Árna Matthísens við nasismann. Það var verið að víkja þingmanni á Evrópuþinginu, Daniel Hannan, úr EPP eða hægri flokknum, þingflokknum á Evrópuþinginu af því að hann í þingræðu fór að vísa til þess að þingforsetinn væri að beita einhverju nasískum aðferðum. Af því að það er nefnilega staðreynd og þegar menn fara út í þann forarpitt að líka andstæðingum sínum við nasista að þá voru þeir komnir út af borðinu, þá voru þeir vikið úr þingflokkum og þá var eiginlega ekki hægt að ræða sjónarmið þeirra lengur. Þetta gerði Sigurður Líndal í Fréttablaðinu. Daniel Hannan var reyndar einu sinni Eils. Jú, gott. Og ég er hérna líka. Ég hef víst ekki meiri tíma, við getum að setja hérna lengur við, það er gaman að fá því í þáttinn. Við sjáum vonandi seinna á þessum vettvangi. Þetta er búið í dag og við erum hér á dagskrá að viku liðinni. Takk fyrir að horfa.